Náttúrusteinar í miklu úrvali, borðplötur, sólbekkir, flísar og minnisvarðar. Ráðgjöf og útlitshönnun á öllu sem viðkemur steinefnum. Sólsteinar, gæði og ending. Sólsteinar, steinsmiðjan þín. Everybody just have a good time, and we're gonna make you lose your mind. Everybody just have a good time. Heyrðu, býtu, hvað gert hér? Þetta er góðið degir! Það er margt elvar! Jan! Margt ungur í degir! Hallur spóla þessi í gegnum þetta og lagða númkettana. Og hvað er þetta? Nei. Já. Matti. Gert hjá Matta. Look at your girl, she's on my non-stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With the drink, we got some love. Tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' around. Black hair, shiny hard, gang and money, opened up. Yo, I'm running through these doors like a devilish flow. Þetta er með einhverjir alls, það fer á hann bara vel gert saman. Og leðum við sjótið. Mattias með snöndum fyrir, botnar fyrir. Alexa, og Jóbi! Og Vivi! Tony and Jóbi! Everybody just have a good time, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Já, Mattias, frábær innkomið þér og mark í dag og 3 stig. Þú lítur að vera sáttur með daginn. Ég mjög sáttur með að setja hann annað í dag. Komið eiginlega svona 2 mörk. Og þú lítur að gera tilkall í byrjunarliðssæti núna. Já, maður reynir sitt besta. Ég veit ekkert hvað Gauji er að hugsa samt. Hann getur verið með önnur plön, en ég er bara að gera mitt besta og getur ekkert gert betur en það. Skilaði sín í dag. Vantaði svona leikgleði í fyrri hálfleik, en hún virtist svona lagast aðeins þegar þú komst inn á og Abnett líka. Já, við erum alltaf hraðir. Sterkir saman annað við tveir á köntunum. Ég og Abs maður. Bráður fór með naður maður, sko. Það er frábært. Takk fyrir þetta, Mattias. Gangi vel. Takk. Já, Guðjón. Þetta var kærkominn sigur í dag. Þetta var kærkominn sigur. Það er búið að vera ströggla okkur í deildinni eftir við náðum okkur í góðu úrslit í bikarnum. Það var eins og menn svona flyttu svolítið frá deildarhugsuninni og það var mjög mikilvægt fyrir okkur að snúa þessu við í dag og sækja þessu til. Við þurfum að byrja seinni fyrir hana krafti næsta laugardag og það getur vel verið að fólki finnist þetta vera búið að drifta hjá okkur og það eru náttúrulega leikir sem við vilja klára og fá fleiri stig í fyrrumferðinni en sumt hefur gengið með okkur og annað gegn okkur og færra með okkur heldur en ella. Í dag var þetta erfið fæðing, við byrjum leikina krafti og ég taldi að við geta verið búin að taka fórustuna. Síðan gáum við eftir og við gáum þeim tiltölulega auðvelt mark. Eftir það var svona ströggl í fyrri hálfleik, fórum yfir hlutina rólega í hálfleik og settum upp ákveðna vinnu sem við ætlum að reyna að ná fram og það hafðist og með þolinmæðin hafðist það og það gekk vel í því sem við vorum að reyna að búa til og breyta. Fyrri hálfleikurinn kannski svona eins og við áttum von á, við meira með boltann og þeir svona skipulega tilbaka. Við vorum sammála það svona þeir sem sátu ofar í stúkunni að okkur vantar svolítið leiklið í liði. Er þreytan farin að segja til sín? Við erum náttúrulega með mjög lítinn hóp og það er búin að vera meiðsl og erfiðleikar hjá mörgum af leikmönnum og sumir þeirra eru búin að vera lengi frá og við erum bara rétt með það að ná í 18 manna hóp í dag og einn varamenn í dag, Matti, sem er náttúrulega mjög sprækur og gerði mjög vel í dag. Síðan er Nikki sem er bara 16 ára, þannig að við erum með til dæmis unga stráka. En það sem er kannski erfiðast er það að mikið af mönnunum okkar er búið að spila mikið af leikjum og taka mikið af höggum og þess háttar. Og það hefði oft verið kærkomið að geta hvílt einhverja og gefið mönnum einhverja 20 mínútur í frí allavega í leikjum. En við höfum ekki haft efni á því og við höfum ekki það mannskap sem til þar til að rótera með stærri hópanum sem eru í þessari deild. Frábær innkoma hjá Matta og þrumuflegur.
Gerir hann ekki kall í byrjunarliðssæti í næsta leik? Þetta alltaf matsatrið hvar þú gerir mesta gagnið og Matti er að vaxa og þroskast og er að gera það mjög vel og það er stundum betra að koma inn og vera sterkur varamaður heldur en að byrja og lenda í basli og vera skipt og ég var búinn að plana það að setja Matti inn sem option á hægri kantinn og það gekk eftir og þegar við snerum og breyttum í síðari hálfleik þá fari ég til, tók byrjulega með lands á velli og setti inn svona sókndýraværi aðferðafræði og það skilaði sér og flott markið að Matta og mjög mikilvægt að hann læri þessa stöðu, hann er að gera það mjög vel. Þetta er annað markið hans sem hann kemur inn og er með þrumufleig og það er mjög ánægilegt að sjá hversu vel hann er að þroskast og hvernig hann er að stíga upp sem leikmaður. Næsti leikur á laugardeginum í ÍR, það er erfitt verkefni. Það er erfið leikur, það er allir leikir erfiðir og við sjáum það hvað er mikil barátt í þessum leikjum og hvað er raunverulega erfitt að fara í gegnum þessa leiki og það er ekki auðvelt. Við sjáum úrslitunum í dag að það er úrslit sem að menn kannski byggust ekki við en við erum eftir að sjá mörg skrítin úrslit í þessari deild ennþá og það er langt þangað til 17. september á eftir að detta inn og það eru 9 leikir, það eru 11 leikir eftir og 33 stig og það getur ýmislegt gerst á þeim tíma. Það sem við þurfum fyrst og fremst að einbeita. Ekki vera að velta fyrir okkur einhver öðru og fara varlega í væntingar og að krefjast of mikils því að en eina sem við viljum gera, við viljum vinna eins marga leiki og hægt er og það er spenni í þessu móti. Selfoss tapaði í dag og við sjáum það að Selfoss getur tapað leikinn. Þeir voru með Guð og almættið og dómarana og allt með sér hérna þegar þeir voru hér og unnu leik sem þeir átti ekki að vinna og nú töpuðu leik. Heppni með Selfoss í öðru sæti hefur verið til staðar hérna á þessu ári en það er ekki víst að heppni verið með til septemberloka. Er heppni komin vestur í smá tíma? Ég hef ekki séð neina heppni í okkar farið ennþá. Þetta var harðsóttur sigur og við erum að hafa verulega fyrir því en við höfðum sigur með öguðum leik, vinnusömum leik og við héldum út og höfðum tauga til að takast á við þá erfiðleika sem voru og það var svona þolinmæðisverk að klára þennan leik en það kláraðist og það var mikilvægur heldur nokkuð annað. Gangi vel á laugardaginn, Guði. Takk þér. Náttúrusteinar í miklu úrvali, borðplötur, sólbekkir, flísar og minnisvarðar. Ráðgjöf og útlitshönnun á öllu sem viðkemur steinefnum. Sólsteinar, gæði og ending, Sólsteinar.